Sjón það að sjá eitthvað. Við sem manneskjur, við sjáum alveg ágætlega. Það eru til dýr, eins og til dæmis ránfuglar og uglur sem að sjá betur heldur en við. En augun í okkur virka þannig, og augun í nær öllum dýrum virka þannig, að það er ljós einhvers staðar sem fellur á hlutinn, einhver kall, og ljósið endurvarpast inn í, og nú ætlum ég að teikna auga, inn í augað á þeim sem er þar, brotnar í augasteinunum, hann virkar eins og linsa, varpar því aftur í augnbotninn. Þar eru frumur sem senda skilaboð með sjóntauginni til heilans sem að snýr myndinni við, því að myndin fellur á hvolfi hérna aftur í augnbotninn og við sjáum það sem við sjáum. Það er mest af skynfrumum hérna í miðjunni, svona sjáum við best þar, út til hliðana í sjónsviðin okkar, þar sjáum við frekar illa. Sér í lagi sjáum við liti illaðar, við greinum hreyfingu þokkalega, en það er eiginlega það eina, við greinum smáatriði mjög illa. Þess vegna hreyfum við hausinn, hreyfum augun og snúum okkur til þess að sjá eitthvað betur. Það er mjög breytilegt hvernig dýr sjá. Við til dæmis erum með augun hérna framan á, þannig að sjónsvið okkar er sirka svona. Hestar hins vegar og flest dýr sem að lifa á sléttu, hestar gerðu það upphaflega, þeir eru með sjónsvið sem er svona. Þeir sjá, og meira segja getur það verið hjá sumum þeirra svona. Þannig að þeir eru með gríðarlega vítt sjónsvið. Þeir sjá, við erum bara með svona. Þannig að þeir þurfa lítið að hreyfa hausinn til hliðana til þess að sjá hvort það séu rándir. En sjónin sem okkur þessum augun eru framan á, hún, því að við fáum tvær sýnir á sama hlutin og getum með því að mæla í raun, og heilinn gerir þetta eins og við pælum eftir þessu, mæla hornið hérna á milli, þá getum við mælt með þokkalegri nákvæmni hversu langt hlutir eru frá okkur, ekki kannski í metrum, en við höfum miklu betri tilfinningu fyrir fjarlægðum heldur en eins og til dæmis hestar eða önnur dýr sem er ekki með augun svona framan á, eins og við.